Góðan daginn, Pétur Gunnlaugsson heiti ég hjá Verklögnum. Ég ætla aðeins að fara í gegnum með varmadælur, kynna fyrir ykkur. Þá helst svona fyrst kannski hvernig varmadæla virkar. En varmadæla samanstendur af pressu sem með gasmiðil inn á sem við notum. Og þegar við þjöppum sama gasi þá svo hitnar það. Og þann hita sem við fáum þar flytjum við yfir í hitakerfi hússins eða í loftvarma eftir hvernig við viljum gera það. Þetta er nokkrar mismunandi tegundir af varmadælum. Það er loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn. En loft í loft þá sækjum við orkuna í umhverfið og hitum upp inni með lofthita. Loft í vatn þá erum við að flytja orkuna úr umhverfinu og yfir í vatnshitakerfi eins og gólfhita eða ofnakerfi. Og sömuleiðis svo með vatn í vatn þá sækjum við það í vatn eða það getur verið plankton í jörðu þar sem við hringrásum vatni til að sækja orkuna og fleiri leiðir sem við eigum möguleika í því. Vatnshitakerfi sem með varmadælum þurfum við aðeins að hafa í huga að þetta er alltaf lokuð hringrásakerfi og flæði á svona kerfum skiptir mjög miklu máli. Þannig að það þarf að tryggja það að lagnir og annars í réttum sveigleikum og þarf að reikna sérstaklega út varmadælur fyrir hvert hús til þess að tryggja allt verði sem best og virki sem best og skili sem mest magnaði. Lagnir í jörðu, það er svolítið mismunandi eftir framleiðendur hvernig það er farið í það og ráðleggju náttúrulega bara frá hverjum söluaðila að menn fá útreikninga fyrir það hvernig það er gert. En sem dæmi þá erum við að leggja lagnirnar alltaf á 1 metri stýpi með 2 metri á milli og það er engin þjóðmyndaregla yfir lengdina, heldur er það sérstaklega að reikna út með orkuþörf hvers hús hvað við þurfum manga lagnir og jörðu. Hitastýringar á svona hitakerfum, þær skipta líka miklu máli. Það er ekki alveg sambærilegt og með hitaveitukerfi. Því þarf að hafa svolítið vel í huga að við getum ekki nýtt retúrstýringar eins og er oft. En allar stýringar fyrir lokuð kerfi skulu vera í lofthitastýrum lokum, hvort sem er ofnar eða gólfhiti. Og eins getum við náttúrulega inn á vatnshitakerfi með blásurum og fleiri möguleikar í boði. Hægt er að ná mjög góðum sparnaði með varmadælum en það er mjög mismunandi en engin ákveðin regla í því. En eftir aðstæðum og við betri aðstæður þá náum við mjög háum orkusparnaði. En sem dæmi þá er loft í loft varmadælur geta skila alltaf 60% orkusparnaði. Veltur svolítið mikið á rýminu sem hún er sett í. Loft í vatndæla getur skila 65–75% sparnaði og vatn í vatndæla getur skila á 70–85% sparnaði.